Góðan daginn og velkomin. Hér er allt á sínum stað og klukkan okkar að sýna okkur tímann. Og við ætlum að kveikja kertum á henni. Jú. Og þessu hérna líka. Akkur viljum hafa 2 kerti, ég veit ekki. Við viljum það. Það er svona ýmislegt sem við kannski getum ekki skýrt, en við veitum að á að vera svona. Og það er markmiðið, það er sérst að vita allavega hvað maður er að gera og hvers vegna maður fór í þetta, fer í þetta. Hvað fyrir fer í þetta? Það er Drottninum svo boðið. Það heitir hlýðni við vilja Guðs. Og hann hvetur mig og þig og okkur sem eigum trúum að vera þetta hlýðna fólk. Og margir eru hlýðnir og þess vegna líka gengur þetta bara sinn vana gang í Jesú nafni. Já, í Jesú nafni. Ekki Konráðs nafni, heldur í Jesú nafni og það er betra heldur en mitt nafn. Mitt nafn er ágætt og allt saman það en hitt er öflugra. Það er heilmikil starfsemi á bakvið Jesú nafn, en ekki svo mikil starfsemi í kringum Konráðs nafn. Þó aðeins séu þetta því að alltaf er nú eitthvað í kringum okkur mennina. En Drottinn er miklu, miklu stærri. Hann er með allan heiminn undir. Og er að vinna verk út allan heim, sem ég hef ekki hugmynd en get mér til hvers eðlis eru vegna þess að ég þekki Drottinn og við höfum starfað saman í áratugi. Þannig að ég veit aðeins meira hann núna heldur en vissi fyrir áratugum. Við talum ekki um þá tíma þegar maður vissi ekki neitt Jesú. Nema einhvern veginn gekk þetta nafn með manni og maður vissi ekkert hvað það snýrist. En núna veit ég eilítið meira það allt saman mál og svo mikið að ég sýni orðið hans trúfesti og er með í að útbreiða orðið með þeim hætti sem Drottinn vill að ég geri. Og hann segir sama við þig, gerðu það sem ég er að bjóða þér í þessum öfnum. Þetta samverkar allt til góðs. Svo segir Drottinn líka, ég er með alla heildarmynd. En þú veist bara auðvitað það sem þú ert að gera og mátt líka vita það, minn kæri, segir Drottinn, að þetta er allt saman samtengt hjá honum, þegar öður. Þú veist ekkert alla mennin og konurnar sem eru að starfa, en Drottinn er með þræðina í allt þetta fólk og hann stillir þessu öll saman, þannig úrverður einhver heild. Þannig við gerum þetta eins og Drottinn vill og þá verður til þessi heild sem hann er með. Þannig ég þarf að vita þetta hver minn partur er og hann er bara svo að vera við þetta eins og Drottinn vill og eins er það með þig, hvað sem er að þú skalt líka vera við þinn part eins og hann vill að þú sért og þá ert þú með í þessari heildarmynd sem hann er með. Já, hann veit þetta alveg. Þetta er góð mynd að eiga fyrir sjálfa sig og er líka svona einföld mynd. Við höfum ekki að flækja þetta neitt fyrir okkur en það er svo auðvelt að flækja þetta. Ég tala nú ekki að þegar maður fyrir að velta því fyrir sér sem að í raun er ekkert manns hugsunarefni. Því að Drottinn er verkstjórinn og þú hlýðir þínu verkstjóra, eða ekki? Þegar þú ert í vinnu þá hlýður verkstjórunum því að hann hefur fyrirmæli frá sínum yfirmönnum sem eru kannski æðstu menn staðarins, hvers staðar. Og ég hlýði fyrirmælum æðsta aðila himnaríkis, má segja, Kristus sjálfur. Og ég hérna litli kallinn upp á Íslandi er með í því verki. Og hann er með svona menn eins og mig og konur út allan heim. Og þetta fólk er að mynda þessa heild sem hann vil sýna á jörðinni. Þannig við erum hérna þáttakandur í gríðarlegu hjóli sem hann snýr, en ekki ég. Ég er bara á þessu hjóli og geri vilja Guðs svona, ég reyna að gera vilja Guðs í mínu veika mætti.
Og þess vegna líka maður að efla sína trú og styrkja sína trú á hverjum degi og þannig að þetta allt tengist allt saman. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að muna og hugsa því þetta mikilvægt. Maður bara þáttakandi í þessu mikla starfi hans og það gagn af manni við þetta. Eilítið gagn sem hann að nota til að búa til þessa heildarmynd sem hann með og stuðlar að og vinnur að, og hefur gert allar götur. Þannig hann líkil aðilinn í þessu máli en ég svona bara eilítill partur af því. Eilítill partur af því sem þó skiptir máli. Því ef að mig vantar, þá skarð fyrir skildi þar. Og það vill Drottinn ekki að gerist. Þetta heitir líka á máli trúarinnar að vera trúfast manneskja og það eitthvað sem Drottinn vill byggja upp í okkur hverju einu og hann tekur alla menn alveg sama hvað eru áður voru, eins og Páll segir sjálf, mér varðar ekkert það hvað þessi menn voru áður, ég veit bara hverjir þeir eru í dag, að þeir þjóna Kristi, það aðalatriðið. Páll sér þetta, en við kannski ekki alltaf. Við erum jafnvel með dómærandi hjarta sem sér þannig, þessi kominn maður, glæpamaður. Við erum fljótar að grípa til gömlu myndarinnar sem við eigum af þessum og hinum. En Drottinn sér ekki þetta, hann sér bara nýja sköpun sem hann búinn að endurfæða og gera sér líkum. Við sjáum til að mynda þegar Kristur var að velja lærisveinana. Og tók nú alls konar fólk sem kannski voru ekkert endilega neitt sérstaklega vel séðir. Og ef ég þekki þetta rétt og skil þetta rétt, þá voru til að mynda tollheimtumenn ekki vinsældu mennirnir í skúrnum. Þetta voru oft og tíðum bara fantar og ofbeldismenn og ekki hvað og sem voru að heimta skattin af fólkinu og bara beittiði ofbeldi eða gat ekki greitt. Svo sjálfsagt hafa þeir stólið kannski helmingnum að í eigin vasa sem að þeir innheimtu. Þannig að þetta voru ekki heiðarlegir menn, aldeilis ekki. Einn af þessum mönnum sem að hann valdi, það var alltaf tollheimtumaður, Mattheus, hann sagt frá því. Ég segi þessa sögu vegna þess að þessi tollheimtumenn margir höfðu bara á sér hræðilega mynd og það má alveg reikna með því að þessi Mattheus hafi verið með þessa mynd á sér því að eftir því sem ég skil þetta þá var þetta bara svona reglan hjá þeim að þeir voru þessir fantar við innheimtuna. Þannig að það má alveg reikna með því að þessi Mattheus hafi verið það og Drottinn dubbaði hann og heldur betur upp maður því að hann merktur, kendur við eitt guðspjallana, Mattheus og guðspjall. Þannig að Drottinn gerir við menn bara það sem hann vill og þeir eru ekki lengur þessir fantar, nei, þeir bara ganga og eru ljúfur sem lamb og segja frá Jesú. Það breytingin sem verður og þetta eitthvað sem Drottinn gerir sjálfur. Þetta þessi trúin gerir líf mann og kvenna að það verður umsnúningur í hjartanu og fyrsta merkið í raun og veru að þú tekur fram bókina, Biblíuna. Þú gerðir aldrei áður og tókst hana fram til að leggja hana frá þér aftur. Það er engan áhuga á henni. En svo kom trúin og þá fékkstu allan áhuga á orði Guðs og það endist bara svo lengi sem hún lifir. Ég er búinn að vera í þessu áratugi eins og ég oft sagt en ég hef alveg nákvæmlega sama áhuga og meiri áhuga heldur minni á orði Guðs eins og ég hef alltaf haft. Þegar ég uppgötvaði það fljótlega á göngunni og eiginlega strax að ég að fá með Biblíu sem ég átti ekki og ég þá komin á 40 aldur held ég. Ég frelsart 89 og ég fættur 53. Hvað var ég þá gamall? Allavega var ég aðeins yngri en ég er í dag. En þetta hefur gert að verkum að maður hefur sögt sér niður í orðið. Því orðið er lykillinn að hjarta Guðs. Og þennan lykil fengum við en verðum auðvitað að nota til þess að þekkja hjarta Guðs betur og
Og þetta er bókin sem opnar fyrir okkur hjarta Guðs, hvað best og mest. Og trúin, reynslan á trúnni sem sagt líka staðfesti fyrir manni þegar maður í verkunum með Guði. Þá sérðu í verkunum með Guði að hann til að mynda lifandi, hann upprisinn, hann ekki bara einhver mynd í hausnum og mér, nei, hann lifandi og sýnir sig lifandi þegar þú ert í starfi fyrir hann, engum og sérlega. Og þetta saga okkar allra sennilega með einum öðrum hætti sem erum á þessum akri Guðs, og ég veit að þú hefur alveg fullt af sögum sem þú getur sagt í vitna viðurvist, þar að segja þú settist aðeins yfir þá og rifjaðir upp gönguna að baki. Ég gæti alveg gert það eins og allir aðrir rifjaði fullt af sögum þar sem að Drottinn bara reynlega opinberaðist og bara hann gerir það á hverjum degi því hann alltaf eitthvað að opinbera fyrir manni sem var manni lokuð bók áður. Þetta ganga með Guði og líka þetta gerir trúna svo spennandi. Hann veit alveg hvernig hann á að halda spennu í okkur spennu fíklunum, ef svo má segja. Hann veit alveg hvernig á að vinna þetta og þess vegna líka alveg óhætt að benda á Jesús sem eitthvað kost fyrir mig á göngunni. Þetta besta og mesta gjöf sem að ég hef eignast í mínu lífi og ég hef svo sem eignast margar ágætar gjafir en þessi skákar þeim öllum. Þegar hinna gjafirnar voru svo sem gjafir og þessi opnaði mér leið inn í ríki Guðs og ég segi, ég eilífur, það í mér eilífur partur. Þetta áttaði mér sér strax á og hann var náttúrulega ósegjanlega þakkláttur fyrir gjöfina sem að hann gaf manni sem var heilagur andi og trúin sem kom í kjölfarið og það þetta sem maður að halda utan. Svo einn daginn fer maður og þá tekur hann það sem lifir áfram til sín. En hvert fer þetta sem lifir? Það fer eitthvað. En ekki til Guðs að því þú tókst aldrei við hann. Við höfum oft talað um það hér að trúin grafalvarlegt mál og þarna sjáum við grafalvarleikann í allri sinni mynd. Þú heldur áfram að vera til, en spurningin hvar. Það eru tveir staðir. Drottinn tilheyrir öðrum staðum, ekki hinum. Og hann að kalla til þín núna að taka við þessum boðskap og skunda til liðs við hann því hann að bjóða þér. Sumir, já, svo náttúrulega kemur að því að þú frelsast, ég trúi því nú, þá bara gerist það. Allt í einu ertu komin á þann stað og segir, og það til Guðs. Hvað var svona rosalega sem gerðist merkilegt? Það var náttúrulega merkilegt að þú fylltist heilugum anda og heilagur andi sagði við þig, það til Guðs. Og þessi trú hefur aldrei vikið frá mér. Það er gott að eiga þessa trú. Þessa einföldu trú sem bara segir við mig, það til Guðs. Hvað vælir þetta í þér? Við erum stundum að væla. En ég veit að þú gerir aldrei neitt svoleiðis. Ég held að ég sé stundum að gera það. En það er nú aukaatriði. Aðalatriðið að við ögum okkur undir það að lesa orðið og það er partur af því þessum aga sem Drottinn vill að við venjum okkur við og temjumstum við því aginn svo mikill lykill og svo mörgu öðru. Það í aganum sem við stöndum okkur í stykkinu til að mynda hvað varðar þessa þætti. Stundum, kannski æ sjaldnar því að aginn hefur bara tekið yfir en þegar mann vilja alveg verið til í að fara að gera eitthvað annað en svo líður tíminn og aginn með og hann bankar í maður alveg stöðut, þannig að þetta er orðið bara partur af því sem að tilheyrir mér og ég alveg sáttur við það. Ég finnst þetta bara allt í lagi. Svo fyrir utan það, eins og alltaf í Guði, þá höfum við gaman að því sem við erum að gera. Og þannig að þetta hjálpast alltaf að, þú fær gleði að því að gera þetta, en þarf samt að fara og gera þetta. Það er ekki nóg að hugsa það, það er að drífa sig í þessu. Þú ferð og gerir þetta og það er partur af aganum sem að
Drottinn hefur gefið þér og tekist að byggja upp í þér og mér og mörgu öðru fólki. En þetta allt saman eitthvað sem að þú þarft að taka við. Agi eitthvað sem að þú temst við og þú venst við og svo viðurkennur það að þetta bara það sem þú þarft. Þú þarft þennan aga til þess að halda út og gera það sem Drottinn að kalla þig til að gera, einkum og sérlega í það. Og það getur tekið í smá tíma að komast inn á þennan stað þar sem þú bara gerir þetta. En það ekkert allir sem komast inn á þennan stað því þeir voru alltaf með sjálfa sig átökum við að fara og gera þetta. Svo hættu þeir bara að nenna þessu. Það heitir með öðrum orðum að hafa gefist upp og það á ekki að vera hlutskipti nokkurs kristins mann, en oft hlutskipti hans vegna þess að hann bara manneskja sem leyfir ekki Drottni að vera Guði í sínu lífi. Og það það versta sem getur gerst og við erum með þetta allt saman til þess að fá þetta fóður sem að hindrar það að við séum að taka svona rosalega rangar ákvarðanir sem við sjáum að það að segja ef þið eru það fólk sem að verður uppgefin af bara á og það getur hent hvern sem bæði mig og þig og hefur oft gert það. En ég trúi æ sjaldnar eftir að trúin komin og hún fengið að rótfestast í hvort sem mér eða þér að þá verður minna allt svona og svo jafnvel hættir þetta alveg og þú gerir bara það sem þú veist þú átt að gera. Þá ert þú komin með sjálfa þig á nokkuð góðan stað í trúnni. Þú athugar það að þú hefur öll tækin til þess að þessari niðurstöðu geti orðið. Þú hefur bókina og þú átt trúna í hjartanu þínu og hún bara það. Hún alltaf að hvetja þig að þessu borði þar sem allt þetta sem þú þarft á að halda til að neyta af til þú hafir orku í framhaldið. Ekki? Við þurfum að neyta þess matar sem gefur okkur orkuna til að geta haldið áfram. Og við erum trúaðar manneskjur og við erum trú og engin spurning það. En stundum vantar okkur svolítið meiri orku til þess að gera það sem við vitum að við eigum að gera og þá erum við með orðið til þess að ýta okkur á stað og við gefa okkur þennan kraft sem við þurfum. Ef ég þarf á því að halda að notast við orðið þá þarft þú þess líka því að þú ert ekki öflugri manneskju meir og heldur ekkert slakari. Við erum bara á sama stað þarna, við þurfum bæði og báðir á Guði að halda og ég á þeim stað að ég að hvetja þig og hef það verkefni að hvetja þig að þessu borði sem heitir borð Guðs, þetta allir þessi fæða og við erum að neyta þessara fæðu svona með óbeinum hætti með því að lesa þetta og stúdera það og leyfa orðin svolítið að tala til okkar. Og það gerir það að segja að það fær tíma til þess fyrir þér. Þannig við ráðum svo rosalega miklu það hvernig í hvaða farvegi þessi trúarinnar mál eru. En ef við gerum ekkert, þá verður heldur engin vöxtur. Vöxturinn kemur að því að þú ert að gera ekki hvað sem heldur að gera það sem Drottinn hefur hvatt þig til að gera. Þannig getur alveg leyft þér að vera með eitthvað hobby. En það sætti sig ekki við það ef hobbyið verður stærra fyrir þér heldur en orð Guðs og þannig að vera í samfélaginu við hann. Það sætti sig ekki við það, en hann tekur ekkert fram í fyrir hendurnar á þér vegna þess að þú hefur frjálsan huga hvernig sem fer. Þannig að þú verður alltaf að rísa á fætur og segja Drottinn, ég vil gera þinn vilja. Þetta verður alltaf að koma frá þér. Þetta þessi elskandi, umlíkjandi faðir sem að Drottinn Hann þessi umlíkjandi faðir og það verður aldrei frá honum tekið. Hann elskar sín börn og þú ert barnið hans og hann kennir þér leksíuna því hann veit að hans leksía mun gera hvað best af öllum öðrum leksíum sem þú getur numið. Og þú ert að nema alls konar leksíur, það bara engin spurning það, en hvað af þessum leksíum að gera þér virkilega gott. Ég get alveg lofa þér því að þessi bók sem að trúin hvetur þig til þess að nota, hún vil gera þér hvað best af öllum góðum bókum sem þú átt. En eftir mikið að nota hana, það veit ég ekkert og
og þú verður að svara því fyrir þig. En þetta sem sagt staðurinn þar sem þú fær hvatninguna til að lesa sjálfur. Það er líka verk að lesa orð Guðs, þannig að þú getur verið að bæta trúarvitundina þína og hún bætist að því sem þú ert að gera í Jesú nafni og Drottinn setti niður Jesú nafn í þessa bók. Þannig að þú getur sem kristin manneski ekki skilið þig frá þessu ef þú vilt að trúið þín vaxi, og ég held að sé ekki til svo manneskja kristin sem ekki vill vaxa. Hvað hún gerir veit ég ekkert og er allt annað mál. Og þetta er líka hvatning til þess að við séum að gera þessi verk, ekki bara hugsa þau og vera að drífa sig í þessu, gerðu það bara núna. Það sem þú ert búin að vera svo lengi að hugsa og alltaf á leiðinni til, en svo verður aldrei neitt af því. Það er ekki góð biti. Við erum hérna búin að opna bókin okkar sem við elskum og er aldrei neitt langt frá okkur, heldur svona í seilingafjarlægð við það sem við erum og svo framvegis. Þetta er bara partur af því að vera kristin manneskja, það er að taka þessu svona. En ég ræði þessu öllu, en ég vill gera þetta svona. Ég vill að orð Guðs sé í kjallfæri við mig, og þannig má maður haga þessu þannig að það er. Sumir ganga skrefið alveg og eru með lítið kver í vasanum sem heitir Nýja testamentið í svona vasabrotið, og það er hægt að fá þessi brot ennþá. Og ég man eftir mönnum sem voru með þetta í brjóstvasanum hjá sér og tóku það fram svona þegar þeim fannst þurfa, og stundum tóku það fram þegar þeir voru að spjalla við menn og vildu síðan lesa eitthvað fyrir þá. Þannig það er allur gangur á því, og þetta er góð og mikil boðunar aðferð, það er að lesa beint fyrir mann sem að þú sér það er tilbúin til þess að taka við þessu. Og Drottinn sér næst. Þú sáðir þarna sákorni sem að þú veist aldrei nema leiði mannin til trúar, hvenær, það er ekki gott að segja. Og ég stundu vitna það þegar ágættu vinur minn var að lesa fyrir mig voru orði Guðs. Hann var með svona lítið kver sem hann var með í brjóstvasanum og las fyrir mig, gerði það allmörgum sinnum, en á lokum var það ein setning eftir, lítil setning, nokkur orð, sem leiddi mig 4 árum seinna til Drottins. Og ég er ævanlega þakklátur þessum einstaklingi fyrir það sem hann gerði, en svo skildu leiðir og ég ekki séð hann í áratug í dag. En hann má eiga það að hann vann þetta verk til enda í raun og veru, og Drottinn hætti ekki til það að komið eitthvað í hjarta sem bara var þar og er þar ennþá. Þannig að þú snýrði ekkert á Drottinn, og þess að ég segi ég er endalaust þakkláttur fyrir það að maður skildi hafa leyft honum þetta þegar hann vildi það sjálfur, og hann kom nokkur sinnum. Og þetta er uppskeran af því að það bættist 4 árum seinna í hóp lærisveina Krist, og það er nú ekki lítið. Það er nú bara mjög mikið. Þannig við höfum verk að vinna, og ef að þessi gat gert þetta, bara venjulegu maður eins og ég, þá getur þú það líka og ég. Ef við gerum það ekki, ef við viljum ekki gera neitt með orðið en ég stúdar það neitt, það er náttúrulega fyrsta skrefið að hinu. Þú ert að lesa fyrir mann, vegna þess að þú trúir því að það muni gera honum gott, alveg svo þessi einstaklingur las fyrir mig og trúði því að þetta myndi gera þessum einstaklingi gott sem var, þó ekki strax, heldur svo litlu seinna. En hvað það? Að ég er búin að vera við þetta í, bráðu 40 ár. Það fyrir nú að styttast í það, þannig að ég sé ekki eftir þeim tíma sem ég hef varið með Drottni í allan þennan tíma. Og hér er ég enn að lesa í orði Guðs, og núna er hvað aðra með mér til þess að gera slikt þið sama, eins og við segjum hér, að við berum sjálf ábyrgð á lesturinum, en séum ekki mötuð af öðrum og erum þar með að varpa ábyrgð sem er okkar yfir á herðar annarra. Það er ekki sanngjarnt, og svo fyrir utan það er sund sem við verðum að gera sjálf, og ef þú ætlar að læra og nema, þá er þetta þú einu minn sem tekur að þér það verkefni. Varst það ekki þú sem drúst fyrsta stafinn á blaðið
og síðan varstu flugskrifandi og var það ekki í fyrsta skipti sem þú last og gast lesið sem að gerði þig að þessum lestrahesti sem þú ert búin að vera síðan. Þannig að þetta byrjaði þar og svo endaði þetta í fluglæsum einstaklingi. En hefur aldrei farið út í það að setja inn í textan að þá væri þú bara ólæs manneskja. Ég veit ekki hvernig það að hvort að einhverjir séu ólæsir, en já, það kemur mér ekkert óvart að það fólk væri ennþá til. Ég veit ekki af hverju, en ég held að það sé nú eitthvað það, já, að menn séu ólæsir. Ég man eftir einum vinum mínum að hann var þá orðinn nokkuð fullorðinn maður og hann sagði það við mig bara beint að ég nú ólæs, sagði hann. Þetta var maður fertugt, geti ég trúað. En ég held reyndar að hann hafi upp úr þessu lært að lesa, ég held hann að minni það nú. Þannig það alltaf hægt að taka sér tæki. En akkur þetta fór svona, veit það ekki, það var kannski bara einhver þessum gæi sem vildi ekkert fara þessa leið. Það sem okkur dettur í hugan svona stundum svolítið einkennilegt. En það skiptir ekki máli, Drottinn horfir ekki það var að veita þarna manneskja og hún hefur allan rétt til þess að fá þessa kennslu þó að þurfa að togast á við mannin það. Það er svo margt merkilegt þegar sem snýr að Drottni, hann oft að togast á við menn það sem þeim fyrir bestu og svo áttaði sig loksins því að Drottni gefst ekkert upp við hálfkarað verð og þá segir hann þetta nú miklu betur en svona. Svo segja þér jafnvel, akkur gerði þið þetta ekki strax? Já, akkur gerði þið þetta ekki strax? Hver getur svarað því? Ég held að þetta sé nú fyrst og fremst bara stífni mannanna. Og kannski fyrir einhvern bara reyn stífni að vil ekki hella sér í orðið. Það er svo mikil átöku í okkur við ekki neitt og stundum við Guð sem ætti auðvitað ekki að vera. En við erum í Amos sem til í Gamla testamentinu. Svo lesa 7. kafla hluta af honum frá með 7. versi. Drottinn Guð birti mér sýn. Sjáðu, maður nokkur stóð upp á múrvegg með lóðlínu í hendi og Drottinn spurði mig, hvað sérðu, Amos? Ég svaraði lóðlínu. Þá sagði Drottinn, sjá, ég mun leggja lóðlínu við líð minn Ísrael. Ég mun ekki fram að láta hana afskipta lausa. Ég mun ekki fram að láta hana afskipta lausan. Fórnarhæðir Ísak verða lagðar í eyði og helgistaður Ísraels brotnin til grunna og ég mun rísa upp gegn ætt Jeroboams með sverði í hendi. Þetta talaði Gamla testamentið til þess Amos sem var Guðsmaður og Drottinn talaði til beint. Og þannig var Gamla testamentið til, það mikið talað til einstaklinga frá Guði, þetta allt frá Guði, beint. Og þeir síðan fóru og gerðu þessa bók sem í dag til í Biblíunni. Þetta breyttist aftur á móti þegar Kristur kemur inn í myndina því þá verður þetta bara almennt. Og hann talar bara við hvert sem og gefur hverju sem það sem hann vill gefa honum sem heilagur andi, sem gefur honum að þekkja Jesú. Þannig að kristna trúin svolítið mikið öðruvísi en þetta var á tímum Gamla testamentis þegar Drottinn risti upp einn þarna og einn þarna til þess að gera sinn vilja. Ég veit ekki hvort að það sjálfsagt eru til tímabil í sögunni, þetta svo löng saga, þar sem voru engur guðsmenn sem töluðu neitt nýtt, en menn höfðu þetta þá það sem aðrir höfðu ritað. En svo var alltaf einn og einn sem datt inn, sem fór og talaði Guðs orð og það bættist við það sem kannski hinir höfðu sagt. Þannig verður til með endanum Gamla testamentið. Og við sjáum þegar við lesum Gamla testamentið að það eru fjölmargir menn sem koma að sögu. Við byrjum á því að sjá Móse til að mynda. Hann var einn af þeim sem kom á sínum tíma og svo allir hinir og eftir honum sem við vorum hér að
nefna Dómarbókin, hver var að skrifa Dómarbókina. Ég man að það skiptir ekki máli, það var allavega einhver einstaklingur sem var þá uppi og skrifaði Dómarbókina og svona getur við haldið áfram og svo framvegis að þegar Drottinn hefur tekið úr einhverja einstaklinga til þess að skrá sögu sína. En þetta eins og við vorum að tala breytist með Jesú. Og einhvern veginn verður þetta bara svona heildarmynd og hver sem getur orðið þetta, sem við erum að lesa til að mynda í Nýja testamentinu. Nýja testamenti kemur á svona tiltölulega skömmum tíma, á allavega sömu öld, en Gamla testamentið til á mörgum öldum. Þetta svolítið ekki eins uppgert, en svo myndar Biblían bara eina heild af Guðs orði. Og það erum við með hér og erum að venja okkur við að vera undir og tilheyra. Og þess vegna líka erum við með þennan þátt sem hvetur mig og þig og okkur til þess að lesa sjálfur Biblíuna og vera svolítið trúfastir þar. Og margir eru mjög trúfastir við orð Guðs og kannski mættu margir líka taka sér taki þar. Og þetta einmitt það sem okkur ber að gera þessu kristnu fólki, að við þurfum að hvetja hvort annað að þessu borði. Við getum hvatt hvora aðra í allar áttir, en erum við að hvetja menn að orði Guðs og að bera svolítið ábyrgð á sinni trú sjálfur. Ég veit það ekki, en þetta eitt af því sem að Drottinn hefur uppálagt við mig að gera. Hann vill að við ábyrgjumst þetta bara sem einstaklingar, enda fullorðið fólk og vitiborðið fólk, og þannig við eigum alveg að geta þetta og gerum þetta auðvitað, en svona með misjöfnum árangur samt vegna þess að við þurfum að, það þarf alltaf einhver að ýta á okkur út í þessi verk. Og með því að ýta á menn út í þessi verk, þá kemur líka aginn inn sem svo bara tekur yfir. Þannig þetta ekkert orðið neitt mál fyrir þig að gera bara þetta sem að þú kannski varst lengi að koma þér í og byggja upp í þér, í Jesú nafni. Þannig hann gefur þessu öllu tíma. En það breytir ekki því að við þurfum að vera með bókina helst daglega og sumir, kannski, ég veit ekki svo sem hvernig menn gera þetta, ég hef lesið hana daglega alla mína trúgöngu og varla sleppt úr degi og svo enn. Og ég vil hvetja menn til þess að auðvitað gera slíkt hið sama og ég segi líka að þú þarft ekki að lesa neitt mikið, en mjög mikilvægt að maður lesi alltaf eitthvað. Því að þessi tenging við orð Guðs má ekki rofna og það er svo auðvelt, það er svo margt í gangi í dag sem að í raun og veru vill rjúfa þessa tengingu við það sem að þér ætti að vera kærast og öll kæru sem þetta orð Guðs. Þannig að við erum án afsökunar ef við erum eitthvað að svona heltast úr lestinni. Því að við höfum allir þetta tæki sem heitir Biblían og hitt tæki sem heitir trúin mín og heilagur andi. Þannig að þetta er alltaf staðar í einni og hverri manneskju. Þannig að hún er án afsökunar ef hún gerir ekki það sem er réttast og öllu rétt og þetta veit hver kristinn maður, þú gerir ekkert réttara en að leggja stund og rækt við orð Guðs. Ég þekki engan sem er nú svoleiðis algjörlega ósammála þessu, en það getur verið mér ósammála margt sem ég segi, en ég veit hann er ekki ósammála mér þessu, eða fólk sem að þekkir og veit hvað þeir eru verið að tala, það tekur bara undir þetta. Sama á hvaða staða er sjálft og sumir segja kannski núna, ég þarf að fara að taka með aðeins tæki hana. Við erum alltaf að taka okkur tæki, en svo verður alltaf neitt af neinu svo. Þannig að við þurfum líka svolítið aðeins að laga til þarna og fara að verða þetta fólk sem að tökum okkur tæki í alvöru. Þannig að þetta byggja þetta allt upp í sér sjálfum, en maður verður að byrja og þess vegna þarf ég aga til þess að byrja á svona átökum sem eru þá eitthvað aðeins meira en 3 mánaða átak, heldur átak sem ætlar að bara ganga með þér það sem átt eftir að lifa og það eru átak
sem að Drottinn vill sjá gerast hjá mér og þér, hvað orð sitt varðar og trúna varðar allt saman það. Þannig að við sjáum, við höfum þetta allt í okkur, en við notum þetta kannski ekki alltaf eins og skyldi. En allir geta tekið sér tækið og allir geta byrjað og sumir kannski byrja að prófa með þessum degi og ég bið Guð um að allavega einn gerir það, en hvað veit ég er ekki önnur manneskja. En þetta er allavega eitt af því sem ég hef gert og gerði reyndar strax vegna þess að ég sá mikilvægið á því að vera vel að mér í orði Guðs. Og það held ég að ég hef alveg staðið við. Við erum núna í fyrra bréfi Páls til Tímóteusar og hvar eigum við að drepa niður fæti í fyrsta kaflanum. Já, við skulum fara hér bara, það er 15, fyrsti kafli 15. vers. Fyrra bréf Páls til Tímóteusar. Það orðið rétt satt og í alla staði þessi vert að við þessi tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki, segir Páll, sem áður var Sál og var ofsagnari kristinna mann og hann er að reyna að vitna í það þegar hann segir þetta og var ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég yrði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla rangliti og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Þannig Drottinn Páll að segja, alveg sama hvað þú hefur gert, alveg sama hver staðinn og hvernig þú staðið þig að eigin mati, að Drottinn mun koma fram fyrir það ef hann vill að sjálfur. Og taka þig, og hann umskapar hjartað og hann alltaf sýnir þér það ranga sem þú verið að gera, en umfram allt þá sýnir hann þér, mér, okkur, Jesú, sjálfan sig. Og það breytir öllu, það breytir öllu fyrir Pál og það mun breyta öllu fyrir þig líka, sama hver þú ert og sama hvaða verk þú hefur unnið áður. Hann horfir ekki í það, en upprís breytt manneskja, alveg svo ég gjör breyttist þegar hann frelsaði mig og alveg svo við vitum að Páll gerði þegar hann frelsaði hann. Henti honum á hestbakinu, blindaði hann og hann var leiddur inn í Damaskus var það ekki, já, og þar kom maður sem hann var ofsækja og gaf hann sjónina aftur. Þannig að veit hann alveg hvernig hann á að gera þetta. Og Páll eða Sál er myndin af manninum sem var bara í verstu málum, sem var samt einn mesti og öflugasti postuli sögunar. Ég held að við séum sammála það að enginn var fremri Páli af þessum postulum. Og hann hafði allt traust frá Jesú því hann skrifar meginpartinn af Nýja testamentinu sem nú aldeilis heiðurmaður. Það finnst mér nú. En þetta var maður, Páll, Sál, með sína hræðilegu sögu. Þannig að Drottinn horfir ekki til þetta, hann bara velur það sem hann vill. Umskapar hjartað og upprís allt önnur manneskja í hugsun og verkum en áður var. Það sem var ekki til lengur í honum. En hann vissi þetta sína sögu, hún fór aldrei frá honum. En hann sýnir með verkunum sínum alveg nýja sögu og það er það sem að Kristur vill að þú gerir og ég, að við sýnum með verkunum nýju söguna sem Kristur er að semja fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur. Líka þess vegna erum við að gera þetta verk að við viljum að Drottinn bara umskapi hjarta mannesku og gera hann ábyrga mannesku fyrir engum orðinu. Þegar það á hver manneski að gera sem tekur trúna sína alvarlega og þetta er eitt merkið að þú takir trúna þína alvarlega þegar þú gefur þig að þessum málum. Ég get ekki gert það fyrir þig, þú þarft að gera það sjálfur. Eina sem ég get gert er að hvetja þig, saman getur þú gert hvað mig var að þú getur hvatt mig. En ákvörðin er og verður áfram mín. En það er komið tími, eins og fljótt að líða, og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og biðið endilega fyrir þessu. Í Jesú nafni. Verið sæl.